samt lítilli stúlku sem að mér fannst eins og væri systir mín. Samt á ég nú ekki litla systur, en enga síður þá fannst mér þannig að ég ætti litla systur í þessum draumi. Og sko pabbi okkar virtist vera þarna með okkur í húsi, en síðan áttu við stjúpmömmu, að því ég virtist, ekki mömmu. En sko pabbi okkar var samt ekkert pabbi minn endilega, skilur. Hann var ekki pabbi minn í draumum. Nei. Hann var bara einhver maður sem mér fannst vera pabbi minn, og síðan einhver kona sem mér fannst vera stjúpmamma mín. Nú, við vorum þarna að fara að sofa, litlu systkinin, og þá heyrði ég svona tal foreldra mína, eða það er að segja pabba míns og stjúpmóður mína, að þau varu orðin svo blöng að þau vildu losna við okkur. Og mér finnst þetta mjög leiðilegt, en morgunin eftir þá vekur pabbi okkur og segist vilja fara með okkur út í skó. Og ég bregða það ráð, af því að ég heyrt á tal foreldra okkar, skilur, kvöldið áður, að taka með mér svona brauðbita, þessar brauð, og bíta það niður svona á leiðinni út í skó, þess að ég vissi að pabbi ætlaði að skilja okkur eftir. Systkini. Þú vissir það í draumnum? Já, ég bara fann það út að samkvæmt talið er að þau vildu losna við okkur Þannig að pabbi var að þykjast fara með okkur út í skó, og þar virtist hann alltaf skilja okkur eftir, Þannig að ég tók svona brauðbita, bara setti það svona ofan á slóðina sem við löbbuðum, meðfram slóðina sem við löbbuðum, og þannig að ég geti ratað tilbaka. En síðan skildi pabbi okkur eftir, virtist vera, og við vorum þannig ein eftir í skóginum, og þá kom, sáum við þarna fallegt sælgætishús. Og við vorum alveg svo svöng að við ákvaðum að fara að bara æfa á húsinu, og síðan sá ég þarna einhverja hrörlega hönd gægjast út glugga sælgætishúsins, og þá vaknaði ég. Lengri er draumurinn ekki. Nei, þetta er merkiðadraumur, sko. Að dreyma systur sína, yngri systur sína, er yfirleitt fyrir örbirgð. Og ekki bara örbirgð, heldur svona hryllilegri örbirgð, sko. Og að dreyma foreldra sína er yfirleitt fyrir gjaldþroti. En mér var ekki að dreyma foreldra mína. Nei, þetta voru ekki foreldrar þínir, sko. En samt, það voru, þau stóðu fyrir sem sagt foreldrafígúrur, sko, í draumnum, sko. Og að fara í gönguferð skó er yfirleitt er yfirleitt fyrir gjaldþroti. Og síðan hrörlega hönd sem að stígur svona út á sælgætishúsinu. Úr sælgætishúsinu, sko. Sælgætishús í draumum standa yfirleitt fyrir, sko, sem sagt, svona gjaldþrot og svona, hvað segir maður, niðurbrot, fjárhagslegt niðurbrot. Og svo er hérna hrörleg hönd sem stingur hendurinn svona út úr, og svona hrörlegar hendur í draumum eru yfirleitt fyrir hinum stóra, sko, fyrir stórum happdrættisvinning. Mjög miklum happdrættisvinning, eða oft svona frá líka úthlutun úr einhverjum sérstökum sjóði eða eitthvað slíkt. Nú, já. Þetta